Tæki og tól er kannski ekki besta heitið á þessu, en við ætlum að fara yfir svona, já, bæði tæki og tól og svo líka svona leiðir til þess að vinna hluti, svona hluti sem er ekkert endilega þið munið þurfa að beita strax í dag eða í þessu námskeiði, en ef þið farið einhvern tímann að vinna eitthvað á vef, þá er þetta svona hluti sem vonandi einhvers staðar þarna undir meðvitundinni og þau munið og mun hjálpa ykkur að vinna í stærri teymum sem að gera einhverja stærri vefi. Fyrsta eru CSS preprocessorar, en eins og þau hefur kannski tekið eftir, þá er CSS ekki með breytur, föll og eitthvað svona aðgerðir, ekki meina if-setningar eða svona control flow, eitthvað fyrir það. Og þessi hefur viljandi verið haldið frá CSS, þó svo að núna sé verið að þróa eitthvað í nýjum módulum, til þess að verið að koma með breytur inn og það er eitthvað sem er sárlega vantar, að þegar maður sem maður finnur ekki fyrir maður fyrir að breyta einhverjum einum lit sem er hardcodeur á 60 staði og maður gleymir einum eða eitthvað álíka, breyta einhverjum breytum eða marginum og svona. En við höfum svona tæki og tól sem eru þessi preprocessorar, sem eru þá bara túlkar sem við skrifum í einhverju svona CSS-like máli og svo er það túlkað yfir í CSS. Og þá yfirleitt bara á compile-tíma, það er ekki gert live á meðan, það er ekki túlkað live á meðan við erum að opna vefinn, það væri alveg skelfilega hægt. Og algeng virkni sem svona preprocessorar eru að gefa okkur eru breytur, þá getum við skilgreint bara einu stað einhverja liti og stærðir og letugerðir og svona. Mixins sem þá getum við búið til reglublokkir sem við getum síðan bætt við inn í aðra reglublokkir. Þannig að við getum búið til svo náttúrulega alltaf að gera borders, og þá skrifa ég það bara einu sinni og svo mixinaði því inn í aðrar reglublokkir. Þannig að við getum verið með svona endurnýtta reglublokkir. Nesting, þannig að þá getum við verið að skrifa .button og inn í honum .fancy og þá fáum við selektorinn .button.fancy og við getum svona hópað þessu saman í blokkir, svona eins og maður er svolítið vanur að gera með föll. Og þeir eru tveir sem eru mest notaðar af þessum preprocessorum. Það er fyrirsöndumræðið með less. Hann útfærir breytur mixins með færibreytum, nesting, það gerir föll, namespaces og scoping. Og hann keyrir, það er hægt að fá með svona JavaScript library sem að keyrir bara í vafra. Fínt þegar maður er kannski að prototýpa eitthvað eða að gera eitthvað, en maður vill yfirleitt alltaf áður en maður fer í production gera þetta og búa bara til CSS sem þú skaffar með, þannig að þú ert ekkert að keyra þetta nema bara meðan þú ert í development. Og það eru til þýðendur í flestum málum og ef við kíkjum aðeins svona hvernig þeir presentera sig, þá er getting started, fáum dæmi það hvernig þetta er, hvernig þetta er compilað. Hér er einhver svona command line compiler og svo getum við séð það er ekki lengur En svo við sjáum the easiest way to install less is via npm og við munum nota þetta, við munum nota bara npm til að installa þessum tólum og keyra þau síðan bara á vélunum hjá okkur og munum sjá hvernig það virkar eftir og við munum sérlega setja upp less fyrir svona bara stutt dæmi það. npm er Node Packaged Modules, já. En hérna er bara svona dæmi, hérna skilgreinum við breytuna light blue, þetta er furðulega syntax highlightað, þetta kann ekki less. Hér búum við til einhvern selektor sem er bordered og svo segjum við hérna wrapper. Hann fær inn, við mixum inn hérna bordered, þannig að hann fær þessi hérna reglublokk og hann fær colorinn hérna sem er þessi light blue. Svo erum við body og þar erum við með background color og hérna nýtum við það að við erum með svona virkja á liti, þannig að við getum flúsað litin einn við þennan lit og fengið það út, bara mixaðan lit þar. Og hérna getum við saturatað þennan lit 5%, þannig að
samkvæmt einhverju litateóríu verður þetta einhver annar litur. Og þetta var gott ef maður með eitthvað svona þemalit og svo ætlum maður að fá eitthvað svona dekkari lit eða ljósari tóna og svona. Þetta sem verður að þessu þegar við erum búin að kompæla þetta. Þannig að þó að þetta lítur kannski út fyrir að vera svona einfaldara, þá náttúrulega fullt innifalið í þessu hérna, eins og að geta skrifa þetta einu sinni og breyta þessu einu sinni ef við þurfum að breyta litum, þá væri kannski betra að hafa þetta svona theme color eða eitthvað svoleiðis, í staðinn fyrir að vera kannski með light blue sem dökkrauðan. Og við getum fáum þessa endurnýtingu sem alveg frábær þegar maður að halda utan stór verkefni. Spurningi hvað þessi plús gerir í þegar við leggjum þetta saman hérna. Ég held að þetta, þó ég veit ekki alveg nákvæmlega litateóríu, þá þetta tekið og eftir einhverjum reglum, kunstrænar reglum þessu blandað saman, eins og við blandað þessu saman í einhverju öðru. Og við fáum út þennan hérna lit. Síðan erum við með SAS, Syntactically Awesome Style Sheets. Það er útfært bara mjög keimlíkt það sem við LESS og þetta er svona mjög líkt í í functionality sem þetta býður upp á. Útfærir eitthvað sem LESS útfærir ekki eða útfærir þetta allt saman? Spurningin er hvort þetta útliti útfæri sömu eiginleika. Ég man ekki nákvæmlega hvert sniðmengið þarna á milli LESS og SAS. SAS yfirleitt meira notað og eins og með Bootstrap var í LESS, en þeir eru að færa sig yfir í SAS. Þannig að ég hef ekkert voðalega mikla skoðun á þessu. Ég nota persónulega SAS. En þess að þetta var .sas var svona eldri syntax og svo hafa við nýrri syntax sem SCSS, eða Sassy CSS. Og aftur eru til þýðendur í flestum málum og það er saslang.com. Þetta er svona aðeins öðruvísi syntax, hérna dollar í staðinn fyrir @merki fyrir breytur, en við fáum hérna svipað, hérna erum við með eitthvað darken fall og það aftur tekur einhverja prósentu. Við getum sett hérna, við getum verið með stærðfræði virkja þegar við erum að skilgreina padding og bara alla hluti og þá mun þetta taka 16px deila í 20 og við fáum 8px og við getum blandað saman hérna og gert ýmislegt þarna. Það er að gera ótrúlegustu hluti með þessu. Það er að búa til lykkjur sem bara spýta út alls konar, bara heilu grid-systemi fyrir þig og ef maður hefur áhuga hægt að skoða svona stærri verkefni eins og til með Bootstrap til þess að sjá hvernig þeir eru að nota þetta til þess að búa til alla þessa helper-klassa. En þetta mun þá kompælast yfir í þetta hér sem bara virkar eins og maður myndi gera ráð fyrir. Og hér er síðan aðeins öðruvísi virkni, hérna getum við verið með í staðinn þegar við þurfum að skrifa alltaf font bandstrygg, þá getum við skrifað þetta í svona object-like syntax hérna og fengið þetta kompælað yfir í font family, svona. Þannig að þetta getur sparað manni nokkur slög á lyklaborðið. En síðan eru CSS framework, þar sem er búið að taka saman algengar lausnir, því að hann kynst þessu ágætlega, og safna saman í svona framework. Og þetta getur hraðað vinnu og gert hana skipulagðari og yfirleitt þetta að gefa okkur svona grindur, eitthvað svona ákveðið grid-system sem við getum notað, typografíu, eitthvað svona base, útlit, möguleika því að fá þemu. Þannig er eitt kompass, það notar SAS, bæti við hellinga svona mixins fyrir CSS3, útlit og typografíu. Þú getur fengið í raun bara, þú getur kallaði ákveðin föll og það mun bara spýta út öllu með vendor prefixum og svona fyrir mann. Það er notað Blueprint CSS framework fyrir útlit. En svo er náttúrulega kóngurinn í þessu er Bootstrap sem er mjög vinsælt CSS framework. Þetta eru hluti búin til úr stöðluðum elementum og klösum og fáum svona smekklegt útlit og möguleika á þemum. Það er náttúrulega kannski erfitt að svona koma í orð hversu mikið þetta getur sparað manni vinnu. Ef maður getur keypt eitthvað þema sem að
til dæmis fyrir WordPress blogg til dæmis og það bara í Bootstrap og maður með bara einhvern Bootstrap grunn og maður getur hent einhverju þema á og þetta að taka mann einhverjar hálftíma, einhverjar klukkutíma að setja upp svona tiltölulega fínt útlit í staðinn fyrir það að fara að smíða þetta frá grunni og þetta getur bara munurinn á því að vera með verkefni getur verið hlaupið á einhverjum 100.000 versus bara einhverjum 20.000. Þannig að þetta alltaf góð byrjun að skoða hvað í boði. Og það alveg risastór markaður fyrir svona þemu. Þannig að ef maður eitthvað að fara að vinna einhver verkefni og maður heldur að maður þurfa að smíða þetta frá grunni, þá myndi ég mæla með því að maður skoða hvernig landið liggur og hvort maður geti ekki fundið eitthvað þema og þau eru yfirleitt kannski á $20 og þú fari eitthvað bara fully responsive með fullt af dæmum og bara, já. Síðan hér þetta upphaflega Twitter Bootstrap og hérna grein frá honum Fatt, eins og hann gengur undir því nafni, sem var að vinna hjá Twitter ásamt gauður sem gengur undir MDO, ég veit ekki hvað heita, ég veit bara Twitter-handlinn þeirra. Og sem að fer svona stutt yfir þessa sögu, þessa verkefnis. Þeir voru bara að vinna hjá Twitter eftir vinnu og helgar og eitthvað voru þeir bara svona að vinna saman að þessu. Og þetta var aldrei sponsað af Twitter. Og svo gáfu þeir þetta út og heldur bara að þeir myndu, þetta var bara svona skemmtilegt hliðarverkefni. Það var greinilega mjög stór markaður fyrir þetta því að þetta bara með vinsælli verkefnum til þess að GitHub og með bara notað í 100.000 vefja. Og eins og núna næsta útgáfa 4, með 20.000 kommenta frá alveg 100 manns. Þannig að þetta alveg bara, þetta búið að taka svona, þetta á sitt eigið líf. Og mjög áhugavert að skoða svona hvernig svona open source verkefni varð svona risastórt. En svona ekki dvelja mikið við þetta. Hérna þekki ég hvernig þetta Hérna erum við með eitthvað button group, svo erum við með eitthvað button og svo erum við að setja á þetta einhverja klassa sem skilgreina þá hvernig útlitið verður. Og einn af náttúrulega stórum kostum þess Bootstrap hversu góð dokumentasjónin hversu auðvelt það að sjá eitthvað, hvernig eitthvað lítur út, copy-paste eitthvað HTML, paste það inn og þú bara komið með eitthvað sem alveg brúkarlegt. Hvernig fannst ykkur að vinna með Bootstrap? Já. Já, þetta svolítið annað en að fara eitthvað að reyna að vinna og svo skoða símanum og allt handónýtt til að bara búið að redda þessu fyrir þig. Já, þetta svolítið sem maður sé að svindla. En hérna, það líka gott sko. Því að við höfum að vera svolítið löt. Og ef við getum notað þetta, þá það bara frábært. Þá getum við einbytt okkur að meira krefjandi verkefnum, eins og að skrifa JavaScript. Ég verður fyrir að við fljóta á merkingafræði. Jú, merkingafræði, við komum inn á það núna aðeins, svona hvernig svona útópían og raunveruleikinn, svona hvar þau ná ekki alveg saman. En síðan erum við að vinna eitthvað svona vef og eins og með Bootstrap, nú erum við búin að sjá hvernig svona style guide Við fara þarna inn og sjá nákvæmlega hvernig þessi stílar muni virka og hvað þið myndum fá út ef þið notið eitthvað ákveðið HTML. Og þetta líka mjög sterkt konsept, að taka saman hlutina sem við erum að búa til fyrir einhvern vef og safna þeim saman, ekki bara vera með einhverjar statískar myndir úr Photoshop eða eitthvað svoleiðis, heldur vera bara með actual kóða og vera bara með búta sem þú getur keyrt og séð nákvæmlega hvernig þið munu koma út. Og þetta er tækifæri til að staðla og byggja skipulega upp CSS-ið því að það eru ófá verkefni sem maður hefur komið að þar sem að maður opnar CSS-ið, sér að það 1500 línur og maður wow, ég þarf að gera svona nýtt box sem eiginlega alveg eins og boxið þarna, en samt með svona öðruvísi botni og aðeins öðruvísi leturgerð. Svo reynir maður að finna og þá þetta eitthvað hardkóða við þetta og hitt og maður bara, já, ok, í þetta skipti, ég bæti þessu bara við neðst. Og svo gerir maður þetta, endurtökum maður þetta sinnum fyrir alla forritara og endanum verður skjalið orðið 3000 línur og svo 4000 línur. Þegar ef maður skipuleggur sig og byggir þetta upp einhvern veginn á einhverjum staðli, þá verður þetta bara subbulegt þessi tíma. Þegar þú veist, entropy og allt það. Og við getum fengið samræmdari hönnun af því að við
það að vinna með hönnu og að brjóta út hluti og brjóta út bara eitthvað, herri, ok, hérna svona hönnun og hér erum við með eitthvað svona, hérna eru takkarnir. Taka bara alla takkana og hafa það alla hérna, herri, við erum með 6 mismunandi útgáfur af tökkum. Hvað ef við bara, samræmum þetta niður í 2 útgáfur? Af því, hérna varstu með 20 pixla padding, en hérna varstu með 15, getum við ekki bara setla annað kod og þá getum við bara smíða þetta 2 svar og svo nota þetta aftur og aftur. Og svo getum við, kannski þurfum við að búa til eitthvað nýtt, við erum að búa til nýtt form eða nýtt einhverja birtingu á einhverju boxi og við eigum þetta allt bara á mismunandi stöðum og svo bara púslum við þessu saman og búum hugsanlega til einhverja nýja hluti sem okkur vantar en við eigum líka hellinga af þessum gömlum, þannig að við erum að endurnýta. Svo þessi Brad Frost sem ferlega sniðugur gaur, hann svona tók þetta og hugsaði þetta aðeins og bjóð til þetta atomic design svona filosófíu, þar sem við byrjum á atómum, við erum einhver grunnelement til þess input, liti, textan okkar og við finnum út hvað það og síðan tökum við og búum til svona sameindir og þá erum við að taka saman kannski grunnelement fyrir input og liti og annað input og label og búum til form. Svo erum við með svona lífveru organisma þar sem við hópum saman þessum sameindum, til dæmis leitarform sem þá form pluss einhver header pluss einhver niðurstöðulisti og svo fáum við svona sniðmátt sem þá svona conceptual svona hópur af lífverum sem mynda þá einhverja síður og þá getur það til dæmis verið ef þið farið einhvern veginn að vinna við búið til svona vefi, það var yfirleitt forsíðu sniðmátt, undir síðu sniðmátt, vöru síðu sniðmátt og þá það svona það sem þú hendir bara gögnunum í og þá færðu svona konkrét síðu sem þá tilvik af sniðmáttum með einhverju alvöru efni sem sér nótandi muni skoða. Og þetta svona ef maður skipuleggur sér smá, sama náttúrulega í hvernig verkefni maður en sérstaklega maður að vinna eitthvað svona stórt, einhverja stóra vefi eitthvað svona. Það getur sparað manni alveg gífurlegan tíma. En hérna eru svona dæmi bæði hvernig maður getur búið til svona style guides og style guides eins og hérna frá Mailchimp. Það sem þetta ekkert ólíkt því sem hjá Bootstrap, en þá sjáum við bara svona lítur texti út. Svona í raun leyfilegt að hafa texta. Svona, þetta eru heading sem við erum með. Og við fáum samræmi yfir allan vefinn okkar. Við erum ekkert að fara að búa til aðeins öðruvísi bara því að við gerum smá mistök eða okkur fannst það fínna. Nei, ekki eins og en það sem ég var að vinna áður, þar það mjög mikið notað og erum bara tekið bett á það sem var rétt að byggja upp HTML þannig í svona almennt og ef svo ertu með bara svona sértækt, ef það einhver verkefni sem þurfi eitthvað annað þá náttúrulega gerir eitthvað annað ef það hentar ekki. Þetta mjög sniðugt. Þetta Mailchimp er ekki að vera mjög álíka. Það eru fleiri svona hlutir sem eru mjög álíka Bootstrap. Já, Mailchimp er með mjög álíka hluti og Bootstrap og þetta Hvað er hún? Það gerist eitthvað stærn. Það bara dreipið á sig. Já. Einhver lent í þessu? Ég veit ekki, hann kveikt á hann hér. Ég veit aldrei hvað maður nær fast inn í verkefnisstað. Já, getur við prófað þetta. Hann takir við sér hérna uppi. Hérna
Ég vil prófa að hafa samband. Sæll Ágúst, ég hérna í Öskjustofu 132 og skjávarpinn dó. Skjávarpinn dó. Ok, takk. Ég kemur. Herðu, þið hlustið bara á mig. CSS Guidelines, það síðan svona leið til þess að búa til einhvern sameiginlegan skilning á því hvernig við erum að vinna CSS, hvernig við skýrum hlutina, hvernig við skiptum þeim upp, hvernig við skrifum selektora, þannig að það ekki einhver sem að skrifa foo bandstrykk bar og annars skrifa foo stórt b-ar og bara svona, við erum bara að sameinast það hvernig við skrifum og það náttúrulega búið að búa til svona, þú veist, safna þessu saman í einhver svona koncept og eitt af því Suit CSS sem aðferð til að skrifa CSS sem fókusar á að skrifa svona komponenta, þannig að við erum að búa til, einhver box, við erum að búa til einhverja taka, go-to-dæmin mín. Og þá getum við skýrt selektorinn á einhvern hátt. Til dæmis eins og dæmi sem ég sé hérna á skjánum hjá mér, að við erum með tweet, sem þá einhver birting af einhverju tweeti. Þá skrifum við punktur, stórt t, vít. Og svo ætlum við að hafa einhvern svona modifier á því. Við ætlum að segja að við erum með tweet sem að tekur bara halva, kemur skjávarpinn, sem ætlar að taka halvan glugga og svo ætlum við, það default, en svo ætlum við líka að leyfa því að geta tekið allan gluggan sem við erum með. Og þá getum við haft tweet, bandstrykk, full, þá það svona modifier á tweet komponentinu okkar. Og svo erum við með einhvern svona undirkomponent eins og headerinn á tweetinu. Og þá getum við verið með tweet, bandstrykk, header. Sáu þetta ekki alveg fyrir ykkur í huga, maður var að koma inn. Og þá erum við að segja hérna, þetta hérna þýðir þetta eitthvað svona modifier á tweet komponentinum og þetta segir þetta eitthvað svona undirblokk. Og svo eru með þessu koma fullt af einhver svona utilities og utilityin eru prefixuð með svona u-bandstrykk, þannig að við erum að segja float left, u-bandstrykk float left, þá ertu bara með almenna leið til að flóta til vinstri og einhver ákveðin tól og svona. Hérna þetta að skoða meira þetta. Svo erum við með BEM sem block element modifier og þetta leið til að skýra selektora og klassa og fá svona skýrari mynd af tengslum á milli HTML og CSS í stærri verkefnum. Þá erum við með block sem hæsta stig á komponenti og þá til dæmis foreldri, til dæmis btn, button. Svo erum við með button, þá erum við til dæmis með button og svo erum við með price, þetta svo 2 underscore hérna. Og þá erum við að segja að button getur átt sér eitthvað svona price undir hlut. Nei, þetta svona element. Þannig að price gæti staðið sér, en það í raun button price, konteksti. Og svo fáum við svona modifier. Þá getum við haft button og þá nota bandstrykk til þess að fá full. Það sem kannski fólk helst setur sig upp og með þetta það hversu ljótir selektorarnir verða. Þú getur verið með button, underscore, price, bandstrykk, sale. Þá ertu með eitthvað svona útsöluverð á takka. Og þá færðu við náttúrulega mjög, þú þarft bara eitt selektor. Af því hann það specific, eða hann bara eitt fyrir þetta, nákvæmlega þetta kontekst. Og það líka mjög gott af því að því fleiri selektorar sem við erum með, því í raun lengur persónan að finna bara og finna nákvæmlega hvað hann á að applæja. Og við erum ekkert að fara að skrifa óvart yfir það. Þetta svona það specific. En svo eru náttúrulega leiðir þetta svona aðeins svona CSS fyrir fullorðna. Þeir eru náttúrulega búin að vera svo lengi í þessu að þið eru alveg tilbúin í það. Það er kynning frá Andy Hume sem heitir CSS for Grown-ups sem var einmitt að agitera fyrir því að við ættum ekki að vera að
láta svona púritisma í þessu merkingafræði og heitum á klösum og vera ekki að vera með important og svona, af því að við þurfum að vinna verkefnin, þú veist, til end of the day, þá þurfum við bara að klára verkefnin. Og svo líka ef við festum okkur í því að hugsa bara svona, þá getum við verið að missa af ykkur sem er betra. Þannig að það er alveg þess vert að skoða þetta, að vera búinn að læra grunnreglurnar, vita hvað þetta snýst og brjóta þetta svo og gera þetta þannig að þetta virki. Og hér er síðan önnur grein frá honum Fatt, þar sem hann er með mjög góða sjálfsmynd á honum. En þetta er alveg ótrúlega góð grein það hvernig hann er búinn að vera bara ferðalag hans í það hvernig hann byrjaði að skrifa með less. Hérna er við með nestaða selektora. Og svo bara eitthvað, nei, þetta var ömurlegt. Og svo kom eitthvað myndir og þú veist, þetta er bara, hann fer bara í gegnum það hvernig hann er búinn að komast yfir það sem er svona seta index getur verið algjört hella manage á af því að þú veist, ég segi bara eitthvað, minn hlutur er alltaf að vera fremstur í stakkingorðurinu. Ég segi bara 9, 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 9. Og svo kem ég, en ég þarf actually að vera með, þannig að ég bæti bara við 2 eða 3 9 í viðbót. En þú veist, þarna er bara, þú veist, búið að ákveða. Það eru bara 10 level og þú ert aldrei að fara upp í 10. level. Og bara coding guidelines og dæmi og þetta er æðislegt. Þannig að ef þið viljið svona fara út í þetta, þá er alveg hellingur af upplýsingum til hana. Og hann var hjá Twitter og er núna hjá Medium. Og já, ok. Herri, nú erum við búið með CSS svona að mestu leyti. Við tökum smá, skoðum aðeins á föstudaginn, en nú erum við svona verið að útskrifa við því. En núna tökum við JavaScript-partinn, svona af þessu sem maður liggur eftir. Þá er JSON. Þetta er JavaScript Object Notation. Þetta er svo létt gagnaformat sem er auðvelt að lesa og skrifa bæði fyrir menn og vélar. Það byggir á 2 almennum gagnastruktúrum sem eru til í langflestum forritunarmálum sem eru svona heiti, gildi, per, name value, sem er oft kallað object, dictionary, hash table og röðuðum listum sem eru þá yfirleitt með sem myndir array eða vektor eða eitthvað svoleiðis. Þannig að við erum með þetta tvennt ásamt því að vera með strengi og tölur og getur þannig codifæjað og búið til í raun gagnastruktúr sem svipar mjög til bara JavaScript hluta. En munurinn er sá að líklega verða að vera strengir og það er vegna frátekinna orða, þó svo að þessi búið að laga það núna, en það var ekki þannig að það er. Og strengirnir verða að vera með gæsalöppum, ekki svona úrfellingakommum og það eru takmarkanir á hvaða tölum. Við erum ekki með hex form til dæmis, en ekki 0x eitthvað. Það er bara eitthvað með parsera. Og það er búið að takmarka típur, þannig að við getum ekki verið með date, við getum ekki verið með ákveðna svona hluti. Þannig að við erum með, ef við hoppum hérna, getum við skoða hérna, þá er bara mjög vel skilgreint hvað við megum vera með. Við erum með object eða array, og það er string eða value hérna. Value, string number, object eða array, true, false eða null. Hérna er í rauninni það sem er leyfilegt fyrir strengi, hér er það sem er leyfilegt fyrir tölur og that's it. Þetta er mjög einfalt. En í einfeldni sinni er þetta líka mjög kraftmikið af því að þetta er bara undirsett af JavaScript og það geta allir í raun skrifað þetta og skilið þetta á mjög stuttum tíma. En þetta leyfir okkur líka að flytja bara hér bil öll þau gögn sem við þurfum á milli. Okkur að taka staða. Og þetta gerði hann Douglas Crawford fyrir nokkrum árum síðan og er núna búið að staðla í ECMA, hjá ECMA. Þetta er einu sinni notuðu allir XML, núna í dag notuðu allir JSON. Þannig að ef þú ert með eitthvað, ég er með vefþjón, þú þarfst að ná í gögn frá mér og þú veist að þú þarfst að fara að fá fylki af
upplýsingum nemendur, þannig að þú biður eitthvað, færið á oli.is/nemendur og færið þá JSON hlut sem array, sem með objektum af nemendum, þar sem hver nemandi með nafn og heimilisfang og netfang. Svo færð þú það tilbaka, ég get þá kallað í það með einhverju, ég með þetta í einhverju gagnaskema hjá mér, einhverju töflu eða eitthvað, ég sæki það, fæ gagnahlutin, ég kalla það stringify í JSON, það býr til bara streng úr þessu og síðan tekur þú við þessu sem streng og kallar í parse og færið í raun gagnahlutin í þínu forritunarumhverfi. Þannig að svona getum við skipst á gögnum. Þannig að þetta bara gagnaformat, frábært orð. En þetta svona bara til að skiptast á gögnum. Og XML ennþá stór player í þessu, en JSON bara, þetta svo miklu einfaldara að nota þetta. En við skulum skoða sem dæmi þetta. Og þá það Ajax. Þetta svona, einu sinni stóð þetta fyrir að synchronous JavaScript en XML. En við notum ekkert XML að mestu leyti í dag, við notum JSON. Þannig að þetta í raun bara orðið Ajax hugtakið þetta að sækja gögn ósamfasa, asynchronously, til þess að koma í veg fyrir að hlaða þetta í síðunni. Þannig að þú ert búin að hlaða upp ykkur í síðu, ég íti okkur takka, í staðan fyrir að hlaða síðunni allri, sækja dótið og teikna allan vefinn aftur, og íti okkur takka og púff, það birtist eitthvað. Þegar við skoðum þetta, við sjáum þetta 1000 sinnum hverjum degi þegar við notum vefinn. Í staðan fyrir að íta eitthvað fyrir að bíða eftir allri síðunni, þá gerist eitthvað strax. Postið eitthvað, skrifið eitthvað, bara, þetta orðið alveg samtvinnað við alla vef vinnslu. Þetta meira Ajax. Já, en bara Ajax svo fjári gott heiti, þannig að það Ajax, það stikkað. Og þetta var skilgreint sem 2005, þannig að þetta alls ekki nýtt. Og svona þetta classic web application model, browser, hann gerir HTTP request á web server, gerir eitthvað fær tilbaka HTML og CSS og birtir það. En þetta Ajax web application model þannig að þú ert með þú gerir eitthvað í eitthvað Ajax engine sem sækir, fær eitthvað tilbaka og ert að hlaða því í gegnum eitthvað svona lag Og þetta gert með XML HTTP request hlutnum, hann fyrst skilgreindur í EF5, þannig að þetta ennþá eldri svona konsepti fyrir þessu. Og það virkar þetta þannig að við útbúum einhverja beiðni, við sendum hana á einhvern vefþjón og við fáum einhver svar. Og það sem þetta asynchronous, þetta gerist í raun ekki instantly, af því að við erum að fara að gera eitthvað kall yfir netið, það getur tekið allt frá einhverjum millisekundum upp í einhverja sekundur jafnvel. Þannig að þú vilt ekki vera bara stoppa allt og bíða. Þannig að þetta gert, þú bara sendir þetta burtu, svo fyrir bara að gera eitthvað annað og svo þegar þú fær svarið þá farið bara eitthvað event, grípur hann og gerir eitthvað í gögnin. Þannig að yfirleitt þetta eitthvað svona, þú sér eitthvað svona spinner og svo kemur eitthvað sem ekki spinner. En hérna dæmi þetta, þannig að hér búum við til request sem þessi XML HTTP request hlutur og við ætlum að opna með get aðferðinni sem svona HTTP verb sem við munum skoða í næstu eða þarnastu viku og við ætlum að sækja einhverja slóð og þetta trú við þurfum ekki, þetta bara að þetta sé asynchronous og þegar þetta búið að lóta þá við bindum við þetta request hlutin okkar á onload, bindum við fall og þetta fall mun keyra þegar að við erum komið með gögnin tilbaka. Og svo það líka, það getur hugsanlega komið upp einhverja villur, getum kallað eitthvað sem ekki til eða eitthvað svoleiðis og þá getum við skilgreint on error fall. Og við sjáum við fáum tilbaka einhvern status og þetta það HTTP statusinn, það sem að 200 til 300 skilgreina að það sé í lagi, þannig að ef hann fellur á því bili þá segjum við þetta sé í lagi og birtum einhvern response. Og svo þegar við erum búin að setja upp hlutun okkar, þá gerum við bara request.send. Það mun láta browserinn sækja þetta og keyra þetta þegar til þess kemur. En það náttúrulega best bara að taka dæmi. Þannig að ef við gerum svona og þannig að núna ætla ég að vera hér og ég ætla að búa til svona hlut. En ég ætla bara að kalla í á APIs.
apis.is/concerts. Ef við sjáum hérna hvað þetta er. Það er listi sem er skreipaður af miði.is fyrir alla tónleika sem eru skráðir þar. Þannig hérna sjáum við, þetta er JSON. Og þetta er bara hrár texti hérna. En við köllum í þetta hérna. Og við sjáum, við fengum þetta tiltölulega hratt tilbaka. Við getum skoðað hérna hvað við gerðum. Við, not modified. Við getum disable cache hérna. Þetta er kassað hjá mér. Þannig að ég ætla að gera hérna aftur, request.send. Og þá séum við hérna, við gerðum XHR kall, XML HTTP request á þessa slóð og við fengum tilbaka gögn og við sjáum að þetta er bara einhver strengur hérna hjá okkur. En ef við breytum aðeins hvað við gerum hér, við gerum JSON parse, þá sjáum við, nú fáum við ekki bara einhvern streng tilbaka, heldur við fáum við object. Þannig erum við búin að taka strengin sem er búið að búa til fyrir okkur þarna, að búið að gera alla vinnuna að skreipa miði.is sem er, þú veist, að taka HTML-ið, finna út úr því einhver struktúru gögn, geyma þau og við fáum bara tilbaka hérna einhvern hlut og við opnum hann, það er array og það er array hérna með 20 stökum, opnum fyrsta, þá sjáum við date of show, dagsending, event date name. Þannig hérna sjáum við, hérna getum við farið, hér er mjög auðvelt síðan að bara ídra í gegnum þennan lista og prenta bara upp alla viðburðina. Og við, þú veist, það er ekkert, við þurfum ekkert að gera neina flókna vinnu. Þetta er bara array með object. Þetta sem við þekkjum ágætlega. Sjá, tökum eitt hérna, eða 20 viðbót. Áðan tökum smá hlýja. Ajax og jQuery. jQuery hjúpar svona Ajax-beinir tiltölulega snyrtilega og hjálpar til við allt ferlið og gerir þessa notkun á þessu auðvelda. Hann getur gert það líka fyrir okkur að við segjum bara hérna já, þetta kemur JSON tilbaka og þá sér hann bara að passa JSON-ið og við þurfum ekki að gera þetta. Þannig að þetta er bara svona aftur, bara svona minkar í raun svona boilerplate hjá okkur. Og þá myndum við geta kallað þetta svona. Þá var hérna Ajax er bara á jQuery hlutnum og við segjum hérna get urlið okkar, hérna segjum við þá data type JSON og þá fáum við bara JSON tilbaka, sér jQuery að passa það fyrir okkur. Og hérna skilar þetta svona deferred hlut sem er svona í ætt við promises sem við myndum skoða. En þetta er þannig að hérna skilar þetta einhverju og við segjum keðjum okkur við það og við segjum þegar þú ert búinn, þetta er svona eins og jQuery er mikið, svona keðjun, þá áttu að gera þetta hérna, en ef þú feilar, þá áttu að gera þetta hérna. Þannig að svona getum við byggt þetta upp og þetta er svona, svolítið, kannski svona snyrtilegra. JSON bætt við að passa því JSON test. Já, þá myndi þetta hérna vera hérna JavaScript hlutur þegar við kemum tilbaka. En ef við myndum segja bara HTML, þá myndi þetta bara vera strengur með HTML-i. Síðan þegar við fyrir að vinna með svona, þá getum við lent í því að við erum að fara að gera einhverjar fyrirspurnir, eitthvað út í bæ og þá kemur inn í same origin policy og þetta er svona öryggispartur af öðrum sem er það að við megum ekki vera að sækja bara einhver gögn eitthvert. Við megum bara að sækja gögn þar sem við erum. Og þar sem við erum er þá ef við erum á sama prótókolli, HTTP, HTTPS, FTP eða whatever, bara prótókollin sem er sami, portið er það sama. Við erum port 80 þar sem við erum með á webnum yfirleitt, skoðum nákvæmlega hvað það er seinna, og host sé það sama. Þannig að host er til dæmis hi.is og foo.hi.is er annar host. Þannig að ef við erum með https foo.example.org þá megum við sækja frá foo.example.org/data.json en við mættum ekki sækja frá hérna, http bar example. Þá myndum við fá villu frá vafranum. Vafrin sér hérna, að útfæra þetta fyrir okkur. En við megum samt nota vísa í JavaScript CSS og myndir og slús út allt. Þannig að ef við prófum hérna nú ætlum við ekki að parsa, þetta ætlum við bara að prófa að gera all hér á hi.is. Hérna fáum við villu. Cannot load HTTP hi.is. No access control allow origin header is present on a requested resource. Origin null is therefore not allowed access. Þannig hérna getum við ekkert sótt dót frá HI af því að það er til Cross-Origin Resource Sharing, eða CORS, þetta er kallað.
Og þetta er þá leið til þess að skilgreina eitthvað. Heyrðu, það mega bara allir koma í heimsókn til mín og sækja það sem ég vilja. Mér er alveg sama. Og þá getum við skilgreint þetta sem er default erum við með same origin policy en við getum búið til svona cross origin policy. Og þá er leiðin til þess. Þá setjum við headera í HTTP-svörun okkar. Við munum sjá nákvæmlega hvernig virka seinna. En við setjum hérna access control allow origin og svo segjum við hver má sækja. Þannig að ef ég kem frá þessari síðu, þá má ég sækja þetta. Eða við getum sett bara stjörnu, þá mega bara allir koma. Og svo segjum við access control allow methods get. Þá mega allir sem eru frá example.com nota get aðferðina til þess að sækja gögn. Þeir mega ekki nota delete eða post til þess að búa til gögn eða breyta gögn. Þannig að ef við skoðum núna á APIs, concerts, og opnum hérna. Já, sorry, ég er hérna svona. Og við opnum hérna og þá sjáum við hérna að headers, þetta er svona í HTTP sem við munum skoða nánar bráðlega, en við erum hérna með response headers og hérna sjáum við access control allow headers, það er eitthvað leyft, access control allow origin stjarna, þannig að það með allir gera köll þarna á milli. Þannig að þetta er svona, við getum ekki sótt gögn hvað sem er. Líka delete og posta. Já, þeir eru mjög, það má gera hvað sem er, þeir leyfa allar aðferðir þannig. Þannig að þetta er eitthvað sem við getum lent í og sérstaklega ef maður fer eitthvað út á mörkinu og er að fara að vinna eitthvað verkefni og maður býst við að þetta sé hægt, en þetta er ekki alltaf hægt. Og svo að lokum, JSON-P er leið til þess að komast fram hjá þessu, JSON with padding, þá nýtum við það að við megum sækja eitthvað JavaScript, þannig að við búum bara dýnamískt til skriftelement með einhverju source einhverjum út í bæ, sækjum það og það mun síðan skila okkur einhverju, vafrinn mun sækja, túlka það og hérna JSON-gögnin eru pödduð með falli, þannig að við fáum ekki foobar þarna objectið, þannig fáum við það paddað með einhverju falli sem við munum vera búin að skilgreina. Þannig að við lótum þessu, þetta er komið inn í scope hjá okkur, við kallum í result, fáum inn sem færibreytu þennan hlut og fáum þannig aðgang á gögnunum. Þetta er svona alveg rosalega hakki leið til að gera þetta, en svona reddaði fólk sér. Nei, þetta er bara önnur leið og þetta er ekkert hægara per se, þetta er bara önnur leið til að gera þetta og í raun target þjónninn þarf þú veist að rappa þetta fyrir þig í einhverju falli sem þú þekkir. En tökum smá pásu.
Herðu, skulum halda áfram. Í ECMAScript 5 kom til sögunar svona hlutur sem heitir strict mode sem setur strangari kröfur á kóðan okkar. Og eins og þið hefur kannski lent í að það sem að JavaScript túlka mál og þau gerið einhverja smá stafsetningarvillu í einhverju breytu inn í einhverju falli sem tengt um einn handler þegar þú klikkar okkur takka, svo ýtir að takkan og þá allt í einu springur það til loft upp af því að þú tókst bara ekki eftir því og þetta er ekki kompæla fyrir þig. En þarna strict mode lagar eitthvað af þessu, þá til dæmis fáum við villu ef við reynum að nota óskilgreindar breytur, ef að sama eigandi skilgreint oftar en einu sinni, ef að ný breyta er búin til í gegnum eval og þá setjum við svona uStrict, þannig að streng bara uStrict, annarkvort efst í skrán okkar eða per fall. Og það er yfirleitt, nema við séum að nota eitthvað svona pakkakerfi sem við munum skoða seinna, eins og margt annað, þá er æskilegt að gera þetta per fall. Þannig að við setjum ekki óvart strict mode á allt stöffið. Þegar þetta var nýkomið og þetta var nýkomið í Mozilla í Firefox, þá voru einhverjir svona cutting edge developerar hjá einhverju fyrirtæki, stóru fyrirtæki út í heimi, sem setti bara strict mode á eitt skjali hjá sér. Svo voru þau með svona buildferli sem tók alla skrárnar, kontaktaði þær saman í eina skrá sem var sendt út. Og þá var þetta á global scope, þannig að það var alltaf strict mode á öllu drastlinu og það var ekkert allt tilbúið, þannig að það brotnaði allt í JavaScript og það var kastað villu og svo kom inn bug report á Mozilla að þá var það svona út af því að við viljum vera í raun stjórna þessu nákvæmlega niður á function leveli hérna. Þannig hérna erum við með dæmi þetta, þannig hérna erum við með function, sum og við sjáum að það er einhver villa í þessu hérna hjá okkur og ef við keyrum þetta, þá fáum við bara syntax error af því að við erum að duplicata parameter names, þannig að við sjáum án en ég svona. Þá virkar fallið og við fáum ekki villu. Þannig að já, hvort þetta mun ekki keyrast þá ef við höfum strict mode á öllu. Þá einmitt kemur til leiks svona lint tól, en þá er hérna JS lint, það er skrifað á krokkortinu okkar til að leiðrétta villur í JavaScript kóða. Þetta er svona byggir á því að vera bara svona static code analyzer. Þess að þið munu örugglega kynna ykkur ef þið hafið ekki þegar kynnt ykkur í Java heiminum, þar er þetta mjög stórt, ég veit allavega að Helmút var með allavega þegar ég var í tíma hjá honum, var með eitthvað mastersverkefni tengt þessu, skrifa ykkur svakalegan static code analyzer. Þetta er að les bara kóðan okkar, finnur villur og lætur okkur vita þeim áður en við keyrum hann. Og þetta er svona svipað til strict mode, það er einhver munur, og við getum keyrt þetta hérna á netinu á jslint.com og nú er ég hérna með smá kóðabút og hann keyrir, hérna, fáum út sumuna, hvað haldir þessu margar villur í honum samkvæmt JS-lint? Keyrum þetta hérna og keyrum 1, 2, 3, 4, 5 villur. Ok, og ef við skoðum hérna, það er sett, það er over trailing space hérna eftir, við erum taka það. Svo er þetta mjög pedantic, þá að vera svona one true break-style og hérna er bil á eftir og það vantar semikomi hérna. Þannig að núna er þetta, nei, use strict, já, það vantar. Svona, nei, já, og er ég hvað, með vitlaust, yes, þannig tókst það. Þannig að segja, ég verð að nota fuguspace, ég verð að nota one true break-style og þetta er mjög hérna, svona opinionated. Þannig að þið getið ímyndað ykkur, ef þið takið eitthvað sem er meira en 3 línur á kóða, pestið þarna inn, þá verður þið bara margar vikur að læra þetta. Og út af því hversu svona strikt þetta er, þá var þetta forkað og búið til JS hint sem er með meiri möguleika á því að sérsnýða hvaða reglum við höfum áhuga á. Eitthvað svona reglur sem eru svona stíllega séð, svona væri frábært að vera með, en er ekki að hérna,
tryggja okkur betri kóða, getum við bara slökkt á því. Og við getum líka keyrt það á netinu og svo þegar við erum með eitthvað svona verkefni þá getum við verið með svona JS-hint RCS-skjal, sem svona punktskjal hérna og þá getum við skilgreint í raun bara eitthvað reglusett og það bara keyrt á allt verkefnið okkar. Og reglur sem við getum kveikt að slökkt á til dæmis curly, sem við segja þá krefist þess að alla blokkir séu innan curly braces, sem mjög góð regla, equal, sem banna notkun á tvöfaldur equal, max complexity, þá getum við sagt cyclomatic complexity, sem er búin að læra það. Það áhugavert svona static code analysis, þetta svona hversu komplex, hversu mörg köll ætla að gera í gegnum kóðun og það getur sagt eitthvað hámark. Þú veist, þú mátt ekki gera kall sem gerir kall sem gerir kall sem gerir kall sem skilar einhverju og svo fyrir tilbaka. Þú vilt vera svona einfaldur. Þannig getur þú hámarkað þessa tölu og fengi villi ef þú fer yfir það. En ok, við skoðum síðan JS-hint aðeins betra eftir. Þegar við erum búin að setja upp JS-hint tólið í gegnum NPM sem Node Packaged Modules. Þetta þess að pakkastjórinn fyrir Node.js og við munum skoða Node.js betur á mánudaginn. En NPM í raun ekki bara eitthvað sem við erum að nota þegar við erum að forrita með Node.js og nota það. Heldur þetta líka bara að gefa okkur fullt aðgang alveg ótrúlega miklu mörgum pökkum bara með einhverju virkni sem við erum búin að búa til, pakka saman og við getum sótt á mjög auðveldan hátt og nýtt bara í okkar verkefni. Og það þá þessi verkfæri sem við ætlum að skoða fyrst og þau geta auðveldað okkur lífið töluvert. Þegar við erum að nota NPM, þá notum við NPM init sem býr til svona package.json í möppinu sem við erum í, sem skilgreinir upplýsingar verkefnið okkar. Og nú ætla ég að opna terminal glugga. Ég að nota iTerm á Maca, en það hægt að keyra þetta líka bara í skelinni í Windows. Og þá erum við búin að setja upp Node. Við förum bara á Node.js og við sækjum Node og NPM bara böndlað með. Og hugsanlega gæti lent eitthvað vandræði með path, að þá prófa að restarta og svo hvort það kemur ekki inn og svo ættu við að geta gert bara svona Node og þá erum við komin með bara rep eins og í browsernum, bara við getum skrifað inn og evaluate kóða og við getum gert node-waff og þá sjáum við erum að keyra ég að keyra node 10 sem svolítið gömul útgáfa, við erum að sjá hvernig það og ég með npm þannig við að keyra þetta tvennt. En ok, nú ætlum ég bara að hoppa yfir í það sem að ég með dotið mitt. Nú ætlum ég að fara fyrirlestur 13, svona. Ok, nú ég komin bara sem ég ætla að gefa þetta. Ég með eitthvað smá tilbúið dot, styles, eitthvað svona, skemmtilegt. Nú ætlum ég að gera npm init. Það býr til bara eitthvað walkthrough að búa til package.js. Og nú ætlum ég að segja bara fyrirlestur 13, flott, útgáfa 1, description, skiptir ekki máli eins og text command skiptir ekki máli. Allt frábært. Ok. Núna erum við komin með package.json. Og þetta JSON-skjal sem skilgreinir þá allar þessar breytur sem ég hef með og þetta bara í raun einhver stað sem við getum bara flett upp, sé hver af þessum en þetta svona sjálfskýrandi. Ok. Svo erum við með einhverja pakka og við ætlum að nota einhverja ákveðna pakka til þess að hjálpa okkur. Þá getum við nota bara npm install pakkanafnið og hann verður honum installað undir Node modules en svo getum við líka installa hann globally þannig við getum bara installa einhverju tóli og þá verður þetta bara tól sem aðgengilegt hvar sem og við getum vistað þetta í verkefninu okkar þannig að þá erum við að segja nú ég með eitthvað verkefni ég með verkefni 4 og í því ætla ég að gera þetta gjaldeyrisreikni, svaka stuð og ég ætla að nota gulp sem við ætlum að nota á eftir. Þá segjum við npm install gulp bil -- save og þá fáum við það að við séum að nota það og erum við explicitly að segja við erum að nota þennan pakka í okkar verkefni.
Svo getum við gert save dev, sem segir ég er að nota þennan pakka, en við þurfum hann ekki þegar við erum að keyra þetta í raunumhverfi, þetta bara þegar við erum að forrita. Þannig að þá getum við verið með svona forritunartól sem breyta less yfir í CSS, en það þarf ekki þegar við erum að keyra þetta ekstra á vefnum. Og síðan getum við notað npm install án þess að gefa þér nokkuð og þá skoður hún, herðu, þú ert með package.json. Þú ert að nota gulp og þú ert að nota gulp less, þú ert að nota JS hint, en ég sé það ekki búið að installa þessu. Ég skal installa þessu fyrir þig. Og þá fer þetta bara út, sækir alla pakkana, setur það upp og þá þið bara til staðar og við getum notað á strax. Og þá þurfum við ekki að vera að geyma þessi node modules í þessu source control eða sem við senda með verkefnunum okkar þegar við sendum þau inn. Svo erum við Bower. Hann er svona sér pakka fyrir framenda. Hann virkar á svipaðan hátt á npm og við setjum hann upp með npm. Þannig að ef við ætlum að setja upp Bower þá gerum við npm install. Við viljum hafa það globally available, en við gerum hérna +g Bower. Svo bara fer þetta út, finnur Bower, finnur alla pakka sem það þarf, installar þessu og gerir einhverjar glóriur hérna. Nei, segir okkur hérna einhver mál og svo það komið núna. Og þá sjáum við hérna, þetta eru allir pakkarnir sem Bower notar. Þeir eru ekkert fáir. Þetta er nefnilega beauty við Node.js er að maður verið að skrifa bara litla pakka, leysa lítil verkefni og svo bara söfnum við saman. Herri, hérna er pakki sem sér þetta og hér er sem sér hitt. Og svo smíðum við okkar og þurfum ekki að vera að smíða alltaf, við getum alltaf að finna upp hjólið aftur og aftur. Þannig að nú erum við búin að setja Bower. Svo er til, eins og package.json, er til Bower.json sem er upplýsingum verkefnið okkar og hvaða pakka við notum. Þá getum við gert bara alveg eins, Bower init. Rókjum hérna. Nei, eftir þessu. Name, version, bara flott. Sleppum þessu, bara enter, Óli, author. Svona. Nei, þetta er bara eitthvað svona hjálpar, ignored files er eitthvað sem fyrir ekki inn í source control. Og við ætlum ekki að setja þetta í public og þetta lítur vel út. Svona. Þá erum við komin hérna með package.json og Bower.json. Þannig að ef við förum hérna og skoðum þetta tvent, þá er hérna package.json, það er svona og Bower.json svona. Og svo getum við vísað í einhverju pakka sem við installum. Þannig að núna ætlum við til dæmis. Við gætum farið inn á jQuery.com, fundið download, fundið útgáfuna, sótt hana, downloada hann inn í downloadsmöppuna, farið, dreigja hann yfir í hérna og þú veist, gert það og svo þurfum við að uppfæra, þá þurfum við að fara aftur og gera þetta. Eða við getum notað Bower sem leysir þetta mál. Við getum Bower install jQuery. Það er komið. Það er búið að gera allt þetta fyrir okkur. Þannig erum við að spara okkur nokkur skref. Og svo glemdum við að gera save hérna. Save. Þá sjáum við hérna, dependencies í þessu verkefni eru jQuery, svo er þetta hérna að nota somewhere sem við munum kíkja réttilega yfir, en frá og með þessari útgáfu hérna, 2,1,4. Nú sjáum við náttúrulega ekki neitt. Já, ok, þetta er sleg. Og ok, tökum við smá pásu í þessu, en maður getur alveg ímyndað sér að þegar maður er að vinna einhver svona verkefni, þá sér maður í einhverju svona feedback loopar manns sé einhvern veginn svona. Við horfum á vefinn okkar og við sjáum hérna, þetta er bilað, ég þarf að laga þetta. Ég fer inn í skjalið, ég gerir breytingar, ég vista skjalið. Svo fer ég í skilina mína og ég keyri eitthvað til að búa til SAS. Og svo keyri ég eitthvað sem keyrir JS hint, svo keyri ég eitthvað til að gera X og Y og Z. Einhver tól, svo er búinn, yes, þá uppfæri ég þetta á einhvern vefþjón. Ok, ég býð eftir þetta uploadist, fyrir Facebook eða svo lengi, opna svo vafra, refresha og segja, ég ætla ekki að gera þetta, ég ætla að gera hitt. Og svo endurtökum við þetta og þessi hringur er ótrúlega langur og þetta verður svona niðurdrepandi. En við getum, hvað ef ég segði ykkur að þetta gæti verið öðruvísi? Við getum bara breytingar og vistum það, breytingar, vista og bara við myndum sjá í raun hvað er að gerast.
Og það til tól sem hjálpa okkur að gera þetta. Þannig ég veit að mörg ykkar hafa verið að gera breytingar í Sublime eða Atom eða whatever sem eru að nota. Farið, opnað browser í Uglu, dreigið skjalið þar inn, uploadað því, farið síðan í annan tab, refreshað, etc. Þetta náttúrulega alveg heila dautt og bara gerir mann ótrúlega frústreraðan til lengri tíma. Þannig að þegar við erum að gera svona, þá það svo þess virði að finna eitthvað svona taskrunir, build-system eða hvað sem það alveg eins og við lærðum aðeins á textaritilum okkar, þá getum við líka lært á umhverfið okkar. Og fundið bara tól, við erum í tölvunarfræði. Tölvur eiga að gera þessa mindless hluti fyrir okkur. Við erum að einbeita okkur á því sem við þurfum að hugsa á svona. Og finna þessi tól sem gera handvirku hlutina sjálfvirka. Og við getum notað þetta fyrir alls konar. Það vel tímasvirði að setja upp eitthvað svona almennilegt flæði. En núna ætlum við að develop birds hérna frá Google svona þetta sem fer alveg frá textaritli að því að setja upp hérna gulp og svona eins og við ætlum að gera. En þessi taskrunnerar, þeir eru notaðir á vefnum í það til dæmis að safna saman skjölum í eitt, konkata, svona saman, minifæja, taka eitthvað skjal, fjarlægja allan óþarfa sem kemur ekki niður á virkni, fjarlægja komment og bara þjappa þessu saman eins og við sáum með jQuery sem var bara ein lína, ótrúlega löng. Búið til source maps, af því að ef maður með svona minifæju skjöl og kemur upp villa, hvað gerir maður þá? Þá eru source map þannig, ég veit ekki hvað þessi svigar að gera þetta, að ef það kemur upp villa í minifæju skjali, þá getur þú flett upp í source mapinu og vita þetta möppun úr minifæju skjalinu yfir í óminifæða skjalið okkar. Þetta bara vörpun á milli. Þú getur útbúið CSS úr pre-processorum, keyra static analysera, keyra til dæmis vefþjóna, þú getur keyrt bara þróun á vefþjóna hjá okkur, láta hann restart alltaf þegar við gerum einhverjar breytingar, endurhlaða breytingu þegar einhver skrá breytist, við vistum CSS og bara púff, vafurinn endurhlaður allt og við þurfum ekkert að gera. Við getum bara verið með þetta í 2 skjám, bara vistað, breytist, bara beautiful. Þjappa myndum á efni, við viljum ekki vera að senda myndir sem eru alltof stórar eða óþarflega stórar og svo framvegis. Það er bara gomma til af þessu. Fyrsti svona almennilegi fyrir, Node.js til að byrja með, en svo fór hann bara að vera notaður í alls konar, að Grunt. Hann byggir á svona tasks sem safnað saman í eitthvað flæði, en hann með mjög svona verbose config, það getur alveg stórt og flókið. En þetta alveg ótrúlega mikið af plugins fyrir hann, en hérna svona dæmin þetta. En við ætlum ekki að einblína á hann, við ætlum að einblína á Gulp, sem svona streaming taskrunnur. Hann tekur eitthvað og það svona streymir á milli, sem svona core hugmyndafræði í Node sem við munum kynnast betur. En hann byggður til að vera einfaldur, hraður og auðvelt að læra á hann. Og hann alveg svona order of magnitude hraðari en Gulp. Grunt. Þannig að hann bara klárar þetta á nokkrum millisekundum. Og aftur eru svona plugins notuð fyrir sérstaka virkni og við munum notast við Gulp. Við dæmi Gulp config, en hérna klára þetta og taka dæmi það sem eftir Þannig að við erum hérna með Gulp Less, það plugin fyrir Less stuðning. Við erum með Gulp JS Hint, það fyrir JS Hint stuðning. Við erum með Gulp SAS fyrir SAS stuðning, Gulp Source Maps fyrir til að skrifa source map og svo Browser Sync til að leyfa okkur að keyra vefþjón sem endurleiðir fyrir okkur. Ok, þannig að núna skiptum við hérna yfir og núna ætla ég að setja upp Gulp. Þannig að ég ætla að segja að verkefni mitt ætla að nota Gulp og ég ætla að nota Gulp Less og ég ætla að nota Gulp JS Hint og ég ætla að nota Browser Sync. Þannig að núna tel ég bara upp alla pakkana og já, hann fylgist með og uppfærir skrár fyrir okkur. Þannig að núna sendi ég það bara í burtu, hann sækir þetta fyrir okkur. Það var fyrir framönda, það verður jQuery. Þetta fyrir bakendatólun okkar sem eru hérna Gulp. Ok, núna erum við búin að setja þetta upp. Þannig að við kíkjum hérna í package.json og sjá að við erum komið með þessi dependency hérna. Og svo vorum við búin að gera tilbúið hérna og erum með Gulp file.
Þannig að þetta skilgreiningin á þeim aðgerðum sem við erum búin að setja upp hérna og við ætlum að geta keyrt í gegnum Gulp. Þannig að við byrjum að því að segja ustrict, þannig að við ætlum að vera hérna með hreinan og góðan JavaScript kóða í þessu. Þetta bara Node.js. Við ætlum að nota Gulp, við ætlum að nota Gulp Less og Gulp JS og við ætlum að vera með browser sync og það hérna, við ætlum að kalla í create fall hérna. Þannig að nú erum við með þessar hérna breytu skilgreindar og svo ætlum við að búa til task sem heitir browser sync. Þetta bara copy-paste af browser sync síðunni. Þannig að við skoðum hérna browser sync Gulp.js, þá bara hérna install, svona, then use with your Gulp file, svona. Þannig að þetta bara copy-paste, þetta ekkert flókið. Þannig séð, þegar maður veit hvað maður að gera. Þannig að við ætlum að segjum hérna, þetta setur upp svona browser sync server og hann á að keyra bara í base dir sem bara það sem við erum. Sjá, lókum þessum hérna aðeins. Þannig að hann keyrir bara hér í þessari hérna, þar sem við erum með index.html og main.js og hann ætla að segja hann að fylgjast með því. Þannig að ef að HTML skjöl, stjarna.html eða eitthvað sem heitir stjarna.js breytt, það það sem hann watch gerir, þá ætlar hann að keyra change event með on hérna og hann mun triggera browser sync reload. Ef við breytum HTML-skjálun okkar, þá mun hann pinga og browser sync mun reloada hérna síðan fyrir okkur. Og svo ætlar hann að horfa á less og þegar less breytist þá ætlar hann að keyra hérna less taskið. Þannig að það hérna seinasti í þessum hérna listi af þetta array. Við getum verið með array af öllum öðrum taskum sem við ætlum að keyra. Við sjáum hérna erum við með inspect taskið og less taskið. Ok, inspect taskið, það ætlar að finna allar JS skrár. Það sourceið okkar hérna. Og svo sjáum við pípum þessu áfram. Þetta svona keimlíkt því sem í jQuery. Þannig að við pípum þessu áfram yfir í JS hint og við pípum því síðan áfram í JS hint reporter. Þetta í raun task sem við viljum síðan keyra. Þannig við erum bara skilgrein. Þetta verkfærin, þetta svona tólin sem við ætlum að nota og svo keyrum við þau sérstaklega hérna í sýningu þetta. Svo erum við með less, það eins. Fyrir allar less skrár, pípaði þið inn í less fallið og pípaði þið síðan út í hérna destinationið sem bara rótin. Þannig ef við fæðir foo.less, þá mun þetta keyra less og spýta út foo.css. Og svo framvegis, bara fyrir alla skrár sem enda á less. Og svo auki, þegar það vart búin að þessu, þá sendur í browser sync og hann mun streyma CSS-inu okkar yfir. Svo erum við með default taski hérna og það sem það gerir að keyra inspect, keyra less og keyra svo browser sync. Og það það sem gerist ef við keyrum bara Gulp. Gulp. Hann opnaði vafran fyrir okkur. Keyrði JS hint, fann mér þessi nokkrar villur hjá okkur, nokkrar, og segir okkur hérna að við erum á þessum hérna, við keyra á þessum stað, nú þetta að fara að vera svona. Nei, við byrjum hérna á JS hint, þannig ef við keyri núna þetta að slökkva á, ef við keyri þetta hérna, þetta keyrir núna sem bara process, hann bara opinn, með að skilin mín upptekinn, en ég hérna Ctrl+C, exitaði úr þessu og nú ætla ég að kalla í eitt stakt hérna task sem inspect. Og það keyrir JS hint á JavaScript mitt. Þannig að við fáum hérna alveg bara slatta af villum og þetta í hérna main.js. Þannig að ég þarf eitthvað að skoða það. Það greinilega ekki vel skrifað. En ég ætla að opna hérna main.js. Og svo ég líka með uppsett JS hint í Sublime. Þannig að ég fæ þessar villur hérna inline líka. Þannig að hérna getur séð missing use strict. Þannig setjum það hérna uppi. Use strict. Ok. Vantar semikomu. Ok. Svo bara hérna messages is defined but it's never used. Því ég ætla að vera svona sniður að hafa einhverja bugga hérna en það greip það alla. Prófum hérna, ok, messages,
messages, append, ok, message is already defined, þannig að hérna sjáum við erum að taka inn færibreytuna message og við erum að skilgreina svo yfir hana breyti sem heitir message, þannig að við köllum þetta til dæmis bara M og M. Svona, þannig að það er hvað þvælast fyrir hérna, en ef við keyrum núna aftur inspect, þá er það í lagi, þannig að við erum búin að laga í raun allar villurnar sem að JSHint fann og þá ætlum við að kíkja hérna á að við erum með styles.less. Það nota bara eins og þetta dæmi sem við vorum með áðan, með eitthvað messages hérna og svo undir því message og það notar þetta hérna til að búa til eitthvað. Já, hérna, skiptum yfir í svona og nú ætlum við að kalla í, kíkjum aðeins hérna, við erum með styles.less, fjarlægum það svona fyrir til að sjá hvað er gangi hérna. Núna er ekkert styles, bara styles, styles.less var það sem ég ætti ekki að eyða, en ég er með þetta hérna, svona, ég ætla að fjarlægja styles.css, svona. Þannig að núna erum við bara með styles.less hérna. Svo ætlum við að kalla í less taskið. Ok, það er búið, starting less, það kláraðast á 6,49 millisekundum og núna sjáum við erum komin hérna með styles.css. Og ef við opnum það, þá sjáum við að hérna erum við með compile CSS. Ok, núna erum við svona nokkuð góð og þannig núna ætlum við að kíkja á, sjá, við erum að færa þennan glugga hérna á milli. Svona. Þannig núna er virknin bara eitthvað svona voðalega cute. Við erum með eitthvað button, við erum með eitthvað div messages og þegar ég íti á skilaboðstakkan þá eiga að birtast eitthvað skilaboð þetta fyrir ofan. Stækkum þetta aðeins hérna. En það virkar ekki. Við erum að debugga. Þá sjáum við hérna. Við erum með eitthvað hér. Já, heyrðu, það vantar S hérna. Div messages. Ok, vistum. Og áður en við vistum, gerum það þannig að þetta sé awesome. Núna erum við hérna localhost 3000. Ef við sjáum hérna, hann keyrði öll töskinu okkar, engin vandræði. Local, þá segir hann hérna, þú getur skoðað þetta á localhost porti 3000. External, þetta er þá IP-tala mín inn á networkinu hérna í RHI. Þannig að ef það er opið hérna á milli, þá getið þið opnað þetta og þið ættu að sjá þá þetta hjá mér. Og svo UI fyrir browsing er hér. Við þurfum ekkert að skoða það núna. Þannig að núna erum við hérna, connected to browsing. Ok, og ég vissi það og hún refreshaði síðuna. Skilaboð. Button clicked. En þetta er ekki alveg nóg flott. Þannig núna ætla ég að fara hérna og ég ætla að segja message, það á að vera bordered, en ég vil líka hafa padding 20 pixla. Visst það. Hún injectaði styles.css. Þannig hún sá breytingu á styles.less, keyrði less-taskið, skrifaði út CSS-skjal og lét browsersync vita og hann ekki einu sinni, það var ekki refresh á síðunni, heldur injectaði nýju CSS-i. Þannig að allt stateið á allir síðunni minni er ennþá það sama. Þannig að núna get ég tvíka þetta hérna bara A10. Svona, já, kannski við hann hérna upp í 80%. Ger ekki neitt. Ég meina 999. Það þarf að vera helviti fínt. Ég er að breyta less-skráni en ekki CSS. Þannig að þetta gerist allt bara svona af því að þetta keyrir taskið, lætur vita og refreshar. Þannig að þið getið ímyndað ykkur hversu miklu fljótara þetta er en að vera að fara í gegnum eitthvað svona handvirkt flæði þar sem þið eru að keyra þetta allt sérstaklega. Og þetta tók nokkra mínútur að setja upp og er svo þess virði. Og svo fer ég bara eitthvað að breyta hérna, ég ætla að segja 3 uppröpunarmerki, það er alltaf betra. Og þá, af því þetta var að vera að breyta struktúrnum á HTML-inu og ég skilgreindi það þannig, þá refreshaði hún síðunni. Og
hérna, ég get gert eitthvað meira, ég get sagt auka upphrópunarmerki. Ja, þetta er bara miklu betra. Og svo getum við líka keyrt þetta þannig að við værum hérna, ef við tæki inn þennan glugga hérna líka. Þetta er farið að verða svona kannski svolítið þröngt þingi hérna. En ég væri hérna að skrifa þetta og ég myndi segja barfú, eitthvað svona. Og já, ég er ekki að keyra, ég var ekki búinn að keyra þannig JSint. Þá gæti ég látið JSint skila mér hérna bara út og ég geti fylgst með eða kemur upp villa. Eða ég geti náttúrulega bara fylgst með hérna og séð að það er villa út frá hérna því að ég sé að skilgreina þessa breytun ekki nótana. Já, þannig að þetta ekki áhugavert. Þannig að verkefni 4 munum vera þannig að þið ætla að setja þetta upp svipaðan hátt, með ætla að nota SAS. Já, hérna. Þið ætla að nota SAS, þið ætla að nota Bower, þið ætla að nota jQuery, þið ætla að setja þetta upp svona eins og við vorum að gera áðan og þið ætla að setja upp hérna, surf, þetta má heita líka browser sync eða eitthvað, þið bara ráðið hvað þetta heitir, en þessar hérna aðgerðir sem eru þessar sömu, svona, eiginlega sömu við vorum að setja upp núna og þá myndi byrja á því að setja upp þetta umhverfi og láta þetta allt virka. Síðan ætlum við að nota bara jQuery til þess að sækja gögn af APIs.is og þá sér í lagi fyrir þessa gjaldeyris endapunkta og við ætlum að gera svona einfalda reikning sem reikning á milli. Þannig ég slæði eitthvað inn og það reiknar fyrir mig hvað það er í hinum gjaldmiðlunum. Og þá þegar þeir eru búin að setja þetta upp, þá ætti það að vera nokkuð svona styttri feedback lúpa á því þegar þið eruð að prófa ykkur áfram. Þegar svo getið þið líka alltaf verið með konsólu opið og verið alltaf að prófa ykkur áfram hérna og þá sérstaklega nota hérna network tabbið til að sjá hvað er að koma inn þegar þið eru að gera þessi Ajax-köll og sjá hvort það sé ekki alltaf hafa þessi eins og þið viljið. Og já, og já, hérna, SAS við Superpause, CSS við Superpause. Þannig að þetta er bara held ég nóg í dag.